það eru fréttir dagsins og hér hann Karl Héðinn kominn aftur. Já, sælverði. Það kannski mest spennandi núna að samninganefnd VFR fór frá samningsborðið áðan og núna að skoða innan borðið þessi samninga. Þeir voru ekki í Karphúsinu. Nú, ok. Þeim hefur verið boðið að koma þar. Nú eru þau að funda. Þau eru að funda það hvort þau ætla að taka þessum blikum sem eru núna á lofti í samningunum. Já, og það kemur líklega eitthvað í ljós á morgun. Hvað kemur meira? Kemur líklega í ljós í kvöld, hvað lína kemur út úr þessum fundi. Þau verður að taka ykkur afstöðu. Sátti sendi hinn alla heim, það hefur verið gott að vera að vinna í baklandinu. Líklega er það mat að baklandið í Verkó sé ekki nógu traust. Það skiptir svolítið máli ef að Vilhjálmur Birgissyni ætlar að takast að koma þessu samningu saman að VFR sé þarna með. Starfsgreinasambandið án Eflingar er náttúrulega stórt og merkilegt og allt það, en það VFR og Efling fyrir utan er náttúrulega, þú veit, komið bara með 70.000 mann Þessar tölur sem eru 120 sem er í ASÍ öllu Já, þessar tölur sem eru komna núna eru náttúrulega ekki eitthvað sem að Ragnar sá fyrir sér að myndi koma út úr þessum samningum. En Vilhjálmur virðist pressa á það að hann vil fá stutta samninga núna þegar hann vil koma peningum til fólks strax. Ragnar gekk frá borði í síðustu viku út af þessu og lýsti viðræðunar árangurslausar sem að því það hann ætlar að fara til síns fólks og metastöðuna vilja til verkfalla. Og það lá bara meira við sögum frá þessu samstöðunni, hvað var í þessum það sem liggur á borðinu núna. Auðvitað getur þetta hreyfst eitthvað á milli daga en þetta var svona cirka eins og við lögðum upp þótt að Villi hafi eitthvað að reyna að slá þótt á borðinu með svona litlum útusnúningum í samtali við MBL. Þetta fjallaði miklu meira heldur bara 20 skallin. En við sögum líka frá fleiru starfsaldurhækkunum og hagvaxtaraukanum. Þannig það er annað í þessu, það er líka samninga við stjórnvöld barnabætur og vaxtabætur og húsnæðisbætur. En er þetta einu svona að ná að dekka verðbólguna? Nei. Ég fæði ekki út. Nei, það verður að teljast mjög lélegt. 4% hækkun, það er náttúrulega meira því að 4% eru miðað við 500 skallin. Þannig það eru prósentur eru meiri þar fyrir neðan. Í það sem er 9,5% verðbólga er náttúrulega, það segir sér sjálft. En hvað finnst þér að Vilhjálmur Birgisson, hann er að pressa þessu, hann vil ná samningum núna í styttri tíma svo peningar komin? Ég vil vera að semja síðan 2004 eða eitthvað. Þannig að það er ekki eins og hann veit ekki hvað hann er að gera. Hann metur stöðuna þannig að það sé ekki hægt að sækja á meira og það er líka þannig að metur stöðuna þannig að fólk sé vanda af því að verðbólgan er búin að vera að éta upp kaupmáttinn og étur hann mest upp hjá þeim sem að er með minnst á milli handana. Það er fólki sem eyðir mestu í mat og í húsnæðiskostnað. Það er því að búa til sér vísitölu fyrir það fólk. Það er mesta hækkunin þar. Og hann metur sem svo að það bara skiptir rosalega miklu máli að ná samningu strax og að fólki fái einhverjar bætur sem fyrst. Hjá Ragnari sem hann hefur komið hingað við Rauðaborðið og hann hefur stundað rannsóknir, hann hefur komið hagdeild upp í VFR sem hefur verið að skoða fyrirtæki og afkomið fyrirtækja og þeir horfa ofan í það og segja að þessi hugmyndum að þessi ykkur óvissa í efnahagslífinu er bara röng. Það er bara bullandi góðar í öllum fyrirtækja sem við skoðum. Það er bullandi góður í sjávarútvegi, álverónum, ferðaþjónustur búin að jafna sig. Það er bullandi hagvöxtur og Kjararannsóknarnefnd kom með upplýsingar í gær. Gefur út skýrslu 2 ári og það er fyrst farið yfir bara efnahagsástandið og þar kemur bara fram að það er bara gott. Það er hagvöxtur, miklu meiri en annars þar. Það er ekkert atvinnuleysi. Það er mikil vöntun á starfsfólki. 25% hærra verð á sjávarafurðum út í heimi, 60% hærra verð á áli. Þetta er stórskrítið. Já, en svo segir náttúrulega þessi óvissa framöndan sem er. En það er nefnilega undanfarna daga, af því þá verður að segja það er alltaf sökkva, það er stöðnun í Evrópu. Mikil verðbólga þar sem að mun éta niður að grafa undan efnaðinum. Undanfarna daga hafa nefnilega verið að koma fréttir sem eru jákvæðar þannig. Það er svo sé búin að ná toppi af verðbólgunni.
Þannig að Ásgeir Brynja var hérna í gær sem að hann var einn af þessum sem sögðu að það er ástæðust að hækka vexti að þetta er bara verðbólgu skot sem að gengur hjá. Þetta er út af hækkun á orku og þegar það kemur, skilur, þá kemur svona mikil hækkun í verðbólgunni en síðan lækkar það ekki og hækkar heldur þá heldur verðbólgunni ekki áfram að vaksa. Þannig að við höfum bara að hleypa þessu frá. Þetta gangi yfir okkur, ganga sinn vanagang. Og það voru fáir sem voru orðnir á þessari skoðun. Hann sagði að hann hefur verið 5% kannski í hagfræðinga sem að trúðu þessu. En nú er þeir aftur byrjaðir að þóra að tjá sig þetta. Að það var sérstök verðbólga sem kom út af Úkraínustríðinu og hún bara rennur hjá og svo bara hjaðnar hún aftur þegar skotið er komið inn í kerfið. Og nú er þetta aðeins að jafna sig með í Evrópu að gasverðið er aðeins að búið að minnka og svona og við sjáum hérna að verðbólgan líka aðeins búin að lekka og spannar og svona. En er hægt að reykja það til aðgerða Seðlabankans? Maður þekkir þetta ekki nógu vel. Nei, ég held ekki. Verðbólgan hérna er þrískipt. Það er húsnæðismarkaðurinn sem er bara heimatilbúið vandamál, ólíkt vandamál. Húsnæðiskreppan bara spennur upp verð og vaxtalækkanir Seðlabankans kostuðu olíu og þann eld. Það voru einhver merkjum það í haust að verður að draga úr hækkunum á húsnæðisverði en ég held að það engin sem er að halda því fram að svo sé ennþá sko. Síðan með innfluttu verðbólguna sem við ráðum ekkert við og Seðlabanki getur ekki stoppað. Hann getur drepið húsnæðismarkaðinn. Það eru svona margir sem vantar húsnæði og hann getur bara hækka vextina þannig að það fólk bara geti ekki út þessu húsnæði. Sé bara götunni. Og svo er það svona þenslu verðbólga út af að það er efnahagslífið að taka við sér. Það er eitthvað launaskrið í gangi, það má líka sjá á tölunum. Það er ekki alveg þetta fullir það, en það er svona frekar að það sem fara í gang. Og það er náttúrulega, ef fólk óttast að laun valdi verðbólgu, þá er það fyrst og fremst launaskriðið sem ætti að áhyggjur af. Í raunverulega hefur ekki áhyggjur af taxtahækkunum að það auki verðbólguna. En það geti orðið til þess að myndu auka launaskriðið. En launaskriðið virðist vera þegar byrjað, en það er eðlilegt þegar flest fyrirtæki vantar starfsfólk og það vil ekki koma að vinna hjá þér og hvað gerur þá? Þú eru bara að hækka launin. Þannig að það fyrir ekki. Eða þá að ég segi við þig ég vil ekki vinna hérna lengur en ég fá hærri laun því að ég get bara fengið vinnu í búðinni þá liðina. Þannig að einhver leyti það er auðvitað fullir aðeins sko en það er margt sem bendir til þess að þetta ástand sem þegar kom í gang og þess vegna er þessi átök inn í verkefnishreyfingunni sem eru bara raunveruleg á milli fóstbræðranna Vilhjálms Birgissonar og Ragnars sem er bara ólíkt mat á stöðunni. Ragnar hefur metið hingað til að það væri sóknarfæri miklu betri samninga. Annars vegar hærri hækkanir og hins vegar hægt að sækja harðar á stjórnvöld. Sama er með Eflingu. Efling er einmitt vissulega ekki að bakka með neitt. Þau halda áfram. Þau halda sínum kröfum. En ef að starfsmannasambandið og VFR semja á þessu nótum að þá verður svona taktísk sóknarstaða Eflingar mjög erfið. Það er bara þannig. Við verðum að halda puttanum á púlsunum í þessu. En í öðrum fréttum að þá samþykti meira hlutin í borginni, í borgarráði, sparnaðar og ræðingar aðgerir og þetta er eiginlega svona harðræði kannski á tímum góðæris, skrýtnar blikur á lofti. Þessar sparnaðar aðgerir eiga skilar rúmlega milljarði króna. Þau eru að spara í innkaupum, ætla að spara einhvern veginn í innkaupum til leikskóla, í mat aðalega. Þau ætla að stækka og breyta gjaldsvæði bílastæða, hækka líka gjaldtöku. Þannig að það mun vera dýrara að leggja í borginni og það verður rukkað á stærri svæðum. Umfram það sem við erum búin að kynna, þau voru búin að hækka í Sundið og þau voru búin að hækka allt áður. Þetta er viðbótur. Já, þetta er vonað það. Og líka frístundarheimilum á að loka korteri fyrr sem á að skila einhverjum 20 milljónum eða eitthvað. Þannig að það er verið að tína allt til svona. En þetta er samt bara milljarður samkvæmt áætlun. Aukin gjaldtaka og niðurskurður á opinberri þjónustu. Þetta er svona nýfrjálshyggjan. Þegar það er meðhagnaður hjá fyrirtækjum og mun meira hagvöxtur en búist það við. Það er náttúrulega sér vandi sem eru sveitafélögin. Sveitafélögin ráði ekki tekjuöfluninni. Þau eru hafa tekið yfir alls konar verkefni og fengið alltaf lítið pening til þess. Þau geta ekki prentað í peninga eins og ríkið. Þannig að þau hafa lakari stöðu á að leysa sín mál. En það sem að mér fannst vera merkilegast í fréttunum fjárhag Reykjavíkurborgar var að það er tap á svona venjulegum rekstri þar sem að útsvarið sem þeir fá og svo eyða þeir ykkur þjónustu
Það 11 miljardar halla á því, en hins vegar samstæðan skiluð með yfir núlli. Ástæðan það að eignir félagsbústaða hækka 20 miljardar. Það endurmetið. Það voru í áramótin voru metið á 124 miljardar. Þannig að nú þetta komið upp í 144 miljardar sem þessar 3000 pluss íbúðir eru með hennar á. Það sem að þetta liggur á bakvið þarna eins og að eigið félagsbústaða orðið feiknarlega sterkt, líklega 58% eigið fé. Þannig að skulda bara 32-33% af og ef við skoðum kannski eins og Reginn og Eik, þessi fasteignafélög sem í Kauphöllinni, þá svona eigið fé þeirra 30, eitthvað svoleiðis. Og ég man það til dæmis þegar Kína var að reyna að hemja fasteignaborðuna þar, þá settu reglur að það að vera 30% eigið fé. Og þetta svona ágætis sumarputaregla. Þetta ekki, kynverjarnir fundið þetta ekki upp og íslensku fasteignafélögin fundið þetta ekki heldur upp. Þetta svona hugmyndir að með 30% eigið fé þá getur þú labbað í gegnum svona verðfall á fasteignum. Núna voru þeirra vextirnir hækkuð í Svíþjóð eftir mikla fasteignabólu þá fjall fasteignaverðið 14%. Þannig að ef þú átti 30% þá áttu þarna borð fyrir bára. Þannig að 30% bara þykir vera svona sólid. Ef að félagsbústaðir myndu segja, já við ætlum bara fjárfesta fyrir alla pening, allt aflið sem við höfum geymt inn í steypin okkar og taka bara lán til þess að byggja húsnæði en halda 30% eigið fé sem bara sólid, þykir vera gott í Evrópu, Ameríku, Kína. Að þá getur við byggt 4.000 íbúðir. Wow. Á þess að raunverulega spyrja kongaði brest. Og ég bara, sósíalistanir í borginni hafa bent á þetta og þá var bara ekki komin svona mikið eigið fé. Ég held að það hafi verið þá talað 2.800 til 3.000 íbúðir sem hægt verið að byggja. En borgaryfirvöld bara neita að gera þetta. 4.000 íbúðir, það ég held ég svona 100 og kannski 50.000 pluss íbúðir á höfuðborgarsvæðinu. Veit ég, ætla ekki svona 100.000 íbúðir í Reykjavík. Félagsbústaðir eiga 3.000 íbúðir pluss. Þannig að þetta væri svo stórkostlegt. Þú tækir 4.000 sem að standa verst í Reykjavík og kæmir þeim í örugt og ódýrt húsnæði. Og já, út af okkur leigumarkaðinu. Ég meina það bara að því að það er hækkað svona verð þá getur þú tekið lán og þú fengir bara mjög góð lán með að við það vilja allir lána þér ef þú átt íbúðarhúsnæði til framtíðar. Já, ef félagsbústaðir væru einkafyrirtækja þá væru þeir búin að taka risa lán núna þau var ekki með svona hátt hlutfall eiginfjár sem eiga Símann félagsbústaði þá væru að greiða sér út svona 50 milljarða. Eða notið þetta allt til að taka meiri lán og gera eitthvað til þess að græða meira seinna. Þeir eru hættu því Nú er bara eins og í Origo eða Símanum eða nú alltaf Sína að gera þetta sama. Bankarnir að gera þetta. Nú er aðal línan að bara taka og greiða eigandunum alla leynda eignin í fyrirtækjum. Það er engin svona hugmyndur að byggja upp eitthvað stórt fyrirtæki og gera eitthvað meira á Símanum. Bara, þessi kallar myndu bara soga félagsbústaði innan. Það er skrítið samfélag sem að það gengur mjög vel á einn bóginn og verið með nóg peninga út allt og hægt að gera mjög margt til þess að mæta stöðunni en það er einhvern veginn bara ekki hægt að gera það. Félagsbústaðir sem eiga að búa til húsnæði fyrir fátækastafólk í Reykjavík eiga efna því að byggja 4.000 íbúðir. Og ég bara skoraði eitthvað að reyna að veffengja það með eitthvað. Tekundi það, skora á að gera það. Það var ein frétt sem að fór hérna gegn að því sama fundi og þú veist að vitna í borgarráði. Þá var samt að skoða það að setja kláf upp á Esju. Já, sérkennilegt. Á sama tíma að vera að fara í hagræðingar en að vera að týna allt til Já. Þetta svona ég veit ekki, líst fólki vel að þá hugmynd í sjálfum sér alveg eins og Pálmann í sílóinu við Vogabyggð og Stráin við Braggann og þetta er allt voðalega snjallt í sjálfum sér. En því miður er þetta svolítið einkenni að þessum meirhluta. Já, maður veit ekki alveg hvort þeim sé hreinlega treystandi í svona aðgerðir. Ég meina, svo var þessi leikskóli sem þau keyptu af Adam og Evu búðinni, það fór upp í einhverjar 100 milljóna. Maður skilur ekki alveg hvernig þau fara að þessu. Mikla alls þar. Það er svo vantið svolítið svona fókus á svona raunveruleg verkefni. Já, en í öðrum fréttum að þá kom skoðanakönnun Gallup út stöðu fylgiflokkana. Já. Og það trend sem er búið að koma stendur, samfylkingin vinnur virkilega á sig, heldur áfram að rísa og alveg töluvert frá síðustu könnun Gallup
Framsóknarflokkurinn minnkar, Píratar minnka frá síðustu könnun en eru stærri enn í kosningunum og þetta virðist allt vera að fara til samfylkingarinnar. Kristrún er að bara sópa til sér fylgi. Það er ekki oft sem hún sér svona mikil mun. Þau voru með 16,6% í síðustu könnun fyrir mánuði en það eru núna með 21,1%. Það bætist við að 4,5%. Þetta er rosalegt hástökk. Og það er erfitt að benda á það svona á þessu mánuði frá hverjum þeir eru að taka. Það er augljóst að þeir eru að taka frá Framsókn sem að minnkar 1,6 er komin í 12,2 en annars virðist þú vera bara að kroppa af öllum þannig að það bara þetta er erfitt að meta þetta þetta er svona frekar á miðjunni sem að vera að taka til en ef við skoðum frá þingkosningum að þá er ríkisstjórnin að tapa en það eru Framsókn og VG sem er að tapa sikkur 5% en Sjálfstæðisflokkur heldur sínu Flokkur fólksins er ekki í stuði mælist ekki inni rúmi 4% og ef þú pælir í því þá hefur Inga lítið sést maður er ekki heyrt mikið frá hann einhvern veginn það er eins og þingkópurinn þessu 6 manns jafnstór þingkópur og samfélkingin eða Píratarnir þá er þetta ekki sérlega áberandi við höfum stundum notað á okkur vantar svona eitthvað spaugilega frétt í lok fréttaauglýsins að tala um eitthvað Jakob Frímann að segja á þingi eitthvað svoleiðis að því að þau eru ekki svona inn í svona inn í svona alvöru málum verður að segjast þau tapa og síðan þau sem að græða það er 11% til samfélkingarnar 3,5% til Pírata 1% til sósíalista. Það verður spennandi að fylgjast með hvernig þetta fer á næstu mánuðum, hvort þetta haldist, hvernig þetta breytist og svo náttúrulega þegar það kemur að kosningum þá spurning alltaf hvað gerist og hvað kemur upp úr kassunum. Og hvað þetta er? Mikil traust á Kristrúnu eða er þetta það að Logi hefði haldið flokknum niðri? Að þegar hann fer og þá bara rís hann upp, það er svo haldir svona ykkur fargi svo leiðs og þá bara lyftist það. Það getur verið. En síðan náttúrulega Kristrún er náttúrulega líka búin að vera fólk er að kann að meta það sem hann er að segja og hann svona virðist vera kannski nýra áhuga á samfylkingunni að myndast. Kristrún? Já, hún kemur mjög vel fyrir og er svona likeable. Talar fyrir klassískri jafnaðarmannastefnu lengra til vinstri tilbaka úr nýfrjálshyggju tímanum. Frekar að tala til hægri. Mér finnst það. Já, mér finnst það svona hún andmælir svona hugmyndalegri grundvelli Bill Clinton og Tony Blair svona verðuleikana eða svona uppgjöf þeirra gagnvart vinstri mennskunni en svona allt sem hún talar allar svona lausninnar finnst mér vera svona þetta ekki svona mikið til vinstri En hún er allavega í minnstakosti annað en Tony Blair að þá vil hún breyta skattbyrðinni tilbaka eða ekki, allavega En ég er að skoða bara hvaðan hún sækir þetta hún sækir þetta mest svona inn á miðjuflokkana eins og sósíalistarnir eru með þeir eru í gast frá síðasta könnun fylgi frá VG var farið og það fylgi ef að segjum að Kristrún taki fylgi frá VG þá held ég að sé svona forustu fylgi ég held að sé ekkert svona vinstra fylgi þannig á VG lengur Nei, þetta er mikið hátekjuhópar og annað skringileg þróun En svo er eitt sem er forðulegt að því að hún gengur með barni Kristrún þannig að þá þurfa að þetta er svona kyrt svolítið áfram á henni þá þarf samfélg að vera búin að koma sér saman sem einhver svona flokkur þannig að hún fái allavega smá barneignafrí Já, ég væri til að sjá svona alveg ítarlegar hugmyndir stefnur og hvað það ætla að gera og hversu ætla að hækka fjármagnstekjuskattinn og hversu mikið og hvernig hvað minni hækka bætunar mikið og akkurat að það sé komið bara plan sem þau eru með þannig, maður vil sjá þannig frá stjórnmálaflokki og hann setur svolítið út hvað hann ætlar að gera og af hverju og svo getur maður séð hvort að það verði eitthvað að því úr því segi ég Já, það er líka Helga Vala og Oddný þurfa að tala í takt við Kristrún það hefur ekki verið svo ef að Kristrún fer á sviðinu þá er ekki vissum að haldist svona það verður bara eitthvað Tony Blair með aftur Nei, ég veit ekki það er voruð þannig Nei, það er það ekki flottar en í öðrum fréttum að þá var glæpasaga Katrín Jakobsdóttir tilnefnd til íslenskra bókmenntunarverðlauna Blóðdropinn Það eru glæpaverðlaunin sem að voru til áðan sem að hétu Blóðdropinn
Það eru komin inn í bókmenntaverðlaunin sem einu sinni voru bara skáldverk og flokki fræðibóka og rita almenns eðlis, eitthvað svo kallað. En svo var bætt við barnabókunum og nú er búið að taka inn krimmana og þá vil svo til að það forsætisráðherra sem að flytja þar inn. Hvað finnst þetta að fyndið það? Já, svolítið fyndið. Heldur það að við breytt þessu að því að hún væri þarna? Það lítið henni út sko, en náttúrulega rithöfundurinn sem að ritaði með henni, annars að sé ekki að lítið úr hæfni Katrínar í að skrifa bækur, en þá var hann samt með þaulreyndum höfundina, metsöluhöfund, það veit ekki, ég hef ekki lesað þessa bók. Ég er alveg hættur að lesa Reyfara og hef aldrei verið duglegur við þessu sem. En ég var að skoða þetta með svona, þetta nú allt eftir bókinni eins og sagt er. Það eru þeir viðmælendur okkar við rauðaborði sem eru tilnefndir til fræðibóka. Það er Stefán Ólafsson sem kom hingað og talaði við okkur baráttunum Bjarginnar. Bókin hans Heimurinn eins og hann er? Nei, önnur bók. Nei, baráttunum Bjarginnar heitur hún. Já. Og svo Kristín Svava Tómasdóttir sem kom hingað og talaði um 100 ári í Þingólfsstræti farsóttarhúsið. Þannig að bækur eru sko eiga erindi hérna og við hérna við rauðaborðu höfum verið að tala eins og þýddabækur og hlera. Því að bækur eru náttúrulega erindi inn í samfélagsumræðuna. Hún Katrín, hún þurfti að fá eitthvað nema Reyfararnir, þeir eru það ekki sko. Þeir eru bara til skemmtunar. En hún Katrín fekk svona sérstakt leyfi eða ekki til að fjalla eitthvað svona upplifun hennar í embættinu. Hún ætlaði að koma því einhvern veginn inn í bókina. Ég man að Sjón vildi ekki mæta eitthvað það sem hún átt að mæta, hún tóð sér tilbaka. Í gamla daga, þegar þú varst ungur, þá var Davíð Oddsson forsætisráðherra. Og hann var með svona drauma að vera svona Hannes Hafstein eða Snorri Sturluson, svona skáld stjórnmálamaður. Og hann var alltaf pínulegt að skrifa ykkur svona smásögur, en hann eins og ortan sálm. Þann Davíð Oddsson? Davíð Oddsson. Okay, ég verði til að heyra það. Þá var stokkið til og Gunnar Þórðarsson samti lag við þetta. Það var birt á miðopnu Morgunblaðsins í stóru letri og þá á aðfangadagskvöld var þetta sungið í Ríkisútvarpinu, sjónvarpinu, sem bara haldið að dagskrá bara rofinn, sálmur eftir forsætisráðherra. Og ég fannst þetta eitthvað svona skrítið, þannig ég fór þá að svona rannsaka hvernig er með svona þjóðhöfðingja sem eru að við þekkjum til dæmis að hún teiknar Þórildur Danadrottning og eitthvað lera. Og þá var mér sagt eða las einhvers staðar að Saddam Hussein, hann samti leikrit. En hann sá sóma sinni því að það var undir dulnefni og þetta var sýnt í þjóðleikhúsinu í Bagdad. En hann vildi ekki gangast við þessu. Það fannst að vera óþægilegt fyrir sko fólkið að þurfa að klappa að þetta væri eftir hann og gagnrýnendurnir myndi skrifa og það er ekki, Íslendingar hafa ekki truflast þessu. Það var eins og leikrit eftir borgarstjórinn Reykjavík sett upp í Borgarleikhúsinu og ég gerði ykkur athugasemdir við það, en það, fólki fannst það bara frálegt að gera athugasemdir við það. Og svo var það líka, sem er nú kannski gleymd saga, að þegar Árni Jónsson var formaður fjárveitinganefndar, að þá spilaði symfónían Svítu eftir hann. Það er eitthvað sem hjálpa honum til þess að skrifa þetta út fyrir hljómsveit. En hvað heitir hún Heimaklettssvíta? Nei, ekki Heimakletts. Hvað heitir aftur fjallið í Vestmannaeyjum? Ég greið þetta upp í... Heimaklettur? Nei, ég greið þetta upp. Þá er það spurningin, sko, er það báðulegt að symfónían sem er háð fjárveitingum spili tónverk eftir forma fjárveitinganefndar? Það er svolítið svona grátt svæði. Ísland er að grása því. Já, klárlega, en svo veltum maður einmitt fyrir sem eins og Saddam Hussein, sko, hann væri nú líklegur til þess að vilja taka heiðurinn fyrir eitthvað svona, en hefur hann ekki verið að koma einhverjum svona samfélagslegum hugmyndum á framfæri í gegnum leikritið, myndum maður ímynda sér og kannski að beita sér til að íta leikritinu svolítið upp og gera mikið úr þessu. Ég veit ekki hvort það sama að gerast í glæpasögun hennar Katrínar. Ég veit ekki, ég þekki ekki Saddam eða kynntist honum ekki, hann er fallið frá. Hann er ógeðfelldur maður. Svo getur hann það alltaf möguleiki á því, hann hafi verið frábært leikskáld, þótt hann hafi verið rosalega lélur einhversira. Já, mögulega, hann er snertað ykkur sem hann svona einhvern veginn getur komið að út frá sinni upplöfun sem siðblindum morðingja. Lífið er bara skrítið
mannskepnan undarlega samsett. Þú Það veist er ekki hvernig- verið fréttum. En þú veist hvernig hann, Við erum komin svolítið út úr fréttunum. þú veist hvernig hann tók völdin í Bahat flokknum sínum. Það eru heyrt á sögu hvernig hann hann búinn að vera að segja að það veru svikarar og svona innan flokksins og boðaði alla á fund og svo var hann bara að telja upp nöfn á svona frekar handofskendu liði og þau voru síðan tekin út og mikið hann bara skotið. Ég held að við séð þetta. Já, þetta var sjúkt.